Minkurinn í hópi þeirra dýra sem ræna eggjum sandlóunar, en sjálfur hefur hann ekki farið varhluta af sviftingum í lífríkinu. Rannveig Magnúsdóttir og Róbert Arnar Stefánsson hafa stundar rannsóknir á mink ásamt samstarfsfólki langa hríð. Þau hafa sýnt fram á nýlegt hrun í minkastofninum. Á síðustu árum virðist það vera mjög mikill samdráttur í starfi minkastofnsins og það væntanlega afleiðing minni frjósemi sem það afleiðing fæðuskorts eða sjúkdómsmögulega eða eitthvað slíks. Það virðist vera sem að stofninn hafi náð eitthvað konar hámarki árið 2003 eða þar bil og hafi verið að minnka síðan þá. Þannig að það mögulegt að íslensk búsvæði séu nokkurn veginn mettuð af mink. Þau Rannveig og Róbert benda á að við hrun í sandsílastofninum hafi orðið hrun í sjófuglastofnum og að sömu öfl hafi ef til vill veitt minkastofninum þung högg. Ég að fylgjast með svona fæðubreytingum hjá mink svona síðustu 10 árin. Minkastofninn hafi verið hrunið þarna milli 2002 og 2006 á Snæfellsnesinu. Í gegnum þessi 10 ár sem ég að skoða þá sá ég að það fækkaði fugl, bara kom fall fugls í fæðu minks. Minkurinn ekki matvandur og Rannveig notar hann til að meta breytingar í íslensku vistkerfi. Ég svona að reyna að koma með púsl í púsluspilið bara hvað gerðist og þetta tengist, við erum að reyna að tengja þetta við þessar stóru breytingar sem hafa verið að gerast á sjófuglum á Íslandi. Aðferðirnar sem notaðar eru í verkefninu eru líklega ekki þær þrifalegustu, en gögnin eru einstæð og ná langt aftur í tíman. Þá hafa mörg dýr verið rannsökuð sem gefur rannsókninni aukið gildi. Ég fór inn í mjög skemmtilegt verkefni sem ég skoðaði í tæplega 700 maga. En svo ég líka með, úr sömu einstaklingunum, ég með bein og vöðvasýni. Ég nota aðferð sem kölluð stöðugar ísótópur eða stable isotopes og þar get ég kortlagt kolefni og nitur í þessum vöðvasýnum og beinasýnum. Og þetta segir mér rauninni hvað þið voru að éta með beinin, hvað var að éta síðasta árið og með vöðvana hvað var að éta síðasta mánuðin. Þannig að ég get kortlagt sama dýrið hvað var að éta í dag, eins og það kannski ekki típist það hann var að éta akkord mús í dag. Hann gæti verið fiskgæta en hefði fundið mús í dag. Þannig að sama dýrið, hvað hann var að éta í dag, hvað hann var að éta síðasta mánuð og hvað hann var að éta síðasta árið. Ég get séð hvort að fæðan hafi verið að breytast og jafnvel hvort hann hafi verið að fæða sem búsvæði.